Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl verið velkomin í umræðu kvikmyndir og ég veit ekki raunsæi, feminisma eða gagnrýni kynlífsverkafólks á mynd sem heitir Anora og fekk eiginlega öll bara Óskarsverðlaunin og við ræddum hana hérna við Rauðaborðið fyrir stuttu síðan og þá voru nú ýmsir bara mjög ánægðir með myndina. Ég var ekki alveg svona sannfærð og til mín komin Lára Martin sem kvikmyndagerðarkona og kvikmyndafræðingur. Vertu velkomin. Takk fyrir. Því að þú horfðir á þessa umræðu okkur hérna og varst að eiginlega hjálpa mér að átta mig á því af hverju ég var einhvern veginn ekki mjög hrifin af þessari mynd. Ég átti ekki orð, eins og sagt þér. Ég átti ekki orð. Ég átti ekki orðin. Þannig að en þú varst búin að pæla í þessari og ert búin að pæla hans í þessari mynd svona, og hvers vegna hún svona hún virkilega orðin umdeild því menn eru annarkvort mjög hrifnir af henni eða mjög gagnrýnir, má segja. Já, það oft þannig og það bara skemmtilegt í raun og veru. Ég gerði marga tilraunir til þess að horfa á þessa kvikmynd og átti frekar erfitt með það að þola 40 mínútur af bara svona nýfrálshyggju svona kámugu eða kámugri kynlífsfantasíu því það virkaði bara þannig og ég átti mjög bágt með að sjá munin á þessu og einhver svona bara svona léttri klámmynd og persónuleika gerðinni og flæðinu og það var ekkert eiginlega það var eiginlega ekki þetta átti að vera svolítið svona raunsætt náttúrulega og það svona raunsætis blær á öllu sem að Sean Baker gerir og þetta ekkert eitthvað nýtt heldur fyrir hann að þú veist, ég held að 5 af hans 8 eða 9 myndum fjalli fólk sem að knúið til á margskins forsendum að selja líkamann. Þannig hann mjög svona þjálfaður í þessu efni og kannski með sjálfur einhverja þráhyggju í sambandi við þennan efni við. Já, hann náttúrulega kemur inn í umræðu sem kannski bara hvað við minnum eftir búið að vera náttúrulega í nokkuð mörg ár þennan iðnað og allt í kringum það. Og það ekkert að því. Nei, ekkert að því, en ég ætla að segja hún eiginlega myndin, það sem mér hefði líka áhugavert að hún beinlínis kölluð femínísk og svona raunverulega var lofuð fyrir það að vera fjallu svona hálfgerð tabú og mál sem við viljum alla tala sem einhvern iðnað sem þessi kynlífsiðnaður og við viljum svona hefðbundinni verkalýðsbaráttu og ekki tala yfirleitt kynlífsverkafólk svona mikið en svo það með kynlífsverkafólk sem að skrifar greinar eftir að myndin færir ekki verðlaun og að kvarta yfir hverju var hvað voru umkvartanir. Þetta var partur af því sem að við uppálega töluðum að kvikmyndin sjálf stórgölluð bæði hvað varðar persónuleika, þetta eru frekar tvívíðir karakterar, það engin þrívít í neinu, þetta pínulítið svona eins og svona graphic novel eða hvað það kallast á íslensku og sem slík hún líka gölluð vegna þess að leikstjórinn getur ekki gert upp við sig hvort þetta eigi að vera raunsæismynd eða svona farsi eða svona skrúból þú veist, svona skrípalætis eða svona smá fáránleiki í farsanum sem alltaf mjög skemmtilegt því að þá hægt að þú veist, þegar kynusli á sér stað og þessi skemmtilegheit þú veist, þegar verið að afhelga þessi tabú á svo snjallan hátt. Ekkert af þessu þarna. Þannig að það pínu ringulreið í struktúrnum sjálfum. Það ekki beint verið að upphefið eða neitt kynuslan einmitt. Það meira verið að gagnrýni, eða það sem maður sér, svona, þeir sem eru hrifnir af henni, segja að þetta sé svona mikil gagnrýni á þennan iðnað og á kapitalisman raunverulega sem eða svona neysluhyggju og þannig en finnst þér það svona ganga upp? Nei, mér finnst það ekki ganga upp það einmitt út af því að það allt of slakt það svona
hann nær ekki góðum tökum á því sem hann þú veist, þetta eins og það svolítið þversögn í, þú veist, að hafa kökun og borðana líka þú veist, það það sem hann vildi gera og það gengur ekki upp vegna þess að á einn bóginn er hann að fjalla þessa ágætu ungu konu sem fer í vinnuna og er góð í því sem hún gerir og er frábærlega leikinn af Mikki Madison, sko. Ég er mikill aðdáandi hennar frá því ég sá hana í frábæri lítilli þátta svona röð hvað hún heitir, Pamela Adlon held ég og heitir Better Things. Þar sá ég hana fyrst og þar leikur hún elstu dótturinnar, alveg frábær sería, lítil sería, mjög skemmtileg. Og finnst hún alveg þess vegna sko geta átt skilið að því hún er persónan sjálf og eða manneskjan sjálf er ekkert, skilur, hún sagði það í viðtali að þetta væri sko stórkostlega framandi heimur. Að fara að dilla sér svona, læra allar þessa tækni og bara pappa sinum að setja pól í herbyggi þar hún geti lært, þú veist, að pól dansa og þetta allt saman. Þannig hún hefur mikið fyrir þessu hlutverki og gerir það vel. En ég hef ekkert á móti því að hún vinni en það er margt flott þessi mynd, það verður verðlaun. Líka, já, en sko þetta er frekar það sem að kalla þér svona, ég myndi segja að þetta fjalli frekar inn í kvikmyndagerða svona flokk sem að kallaður exploitation kvikmyndagerð, þar sem að verið var að tækla eða takast á við og sýna á frekar svona hugrakkan hátt eitthvað sem væri tabú í samfélaginu eða eitthvað sem væri fengi ekki að vera sýnilegt eins og þú veist svartir Amerikanar, þú veist þessi fræga náttúrulega undir svona gerð, kvikmyndagerð blaxploitation verður fræg fyrir og er tvíeggja sverð á sama tíma. Vegna þess að á annan bóginn eru þeir gerð sýnilegir og oft kraftmiklur öflugir en á hinn bóginn eru þeir oft ymmit melludólkar og eiturlyfja sölumenn og neytendur og svo framvegis og vændiskonur og svo framvegis. Þá er þetta pínulítið svona í þessum svona demimond eða svona undirheima verða stereotypur svona. Já, verða þá að þessum stereotypum og mér finnst þessi mynd falla svolítið inn í þann flokk vegna þess að þú veist á deilan er ekki þarna hann nær henni ekki hvorki formlega né í persónugerðinni og það að segja að þetta sé einhvers konar öskubusku ævintýri er frekar svona þunnur 13. finnst mér vegna þess að það er engin leksía hér. Þú veist, hún er jafn sko mikið barn kapitalismans og allir í myndinni, þú veist, það er allt til sölu. Lífvörðurinn sem svo seinna sumir halda sig einhver eða finnst vera einhver prins og það er þessi hringur og eitthvað. Þú veist, hann selur sinn líkama fyrir frekar svona fyrir ekki sérlega göfuga aðila hans líka með til sölu í því hann er, þú veist, það er svona ákveðin fórn sem hann er að færa þar og hún sjálf er frekar svona leiðigjörn í látunum þú veist, vegna þess að þetta er engin ást það er engin ást í þessari mynd og það að segja þetta sé ástarsaga, ég bara náði því ekki hvar er ástin? Ég meina það er ákveðin græðgi og það er þessi örvænting að flýja ákveðna
Bara félagslegar aðstæður ekki svona? Jú, en já, bara fátækt og hérna, en það alls konar möguleikar náttúrulega, þú veist, hann gæti unnið í Whole Foods eða skilur, hún gæti það, en það ekki, þess vegna þá þurfum við að skoða, ok, af hverju þessi erkitýpa, ég meina erkitýpan í Whole Foods kannski ekki, þú veist, eitthvað spennandi að búa til kvikmyndum og sko, vændis konan á sér náttúrulega alveg gríðarlega langa sögu og merkilega og sem við segja þetta fyrsta þú veist starfsgreinin svona elsta allavega en þú veist orðið hóra það þýðir er komið frá sem sagt konu stundarinnar eða hóras þar sem að þær konur hlúðu að hermönnum sem komu illa haldnir úr stríði og þurfti að hlúa að þeim og gerðu þá allan hátt mögulegan og heiluðu þá. Þannig að það var alltaf ákveðin heilun sem tengdist þessari starfsgrein líka. Og við sjáum það líka oft. Sem þá eins og í norninni, sko, af því að nornin eiginlega bæði oft þessi, sko, hvað er það, vendiskona, einhvers konar, en líka grasakonan, það aldrei stort spektrum sem að nornin yfir. Já, bara eins og ef við værum með svona triplicity eða gyðjuna, sem að, þú veist, ef við tölum elstu gyðjuna sem kannski Hekate, að þá dóttirinn móðurinn og svo nornin eða hag, þú veist, svo gamla heksin eða hel svo, sko, þetta allt sama gyðjan og síðan bara erum við að tala afsprengi sem sagt þeirra, þú veist, alveg eins og Demeter og Persefóna í raun og veru sama en við aðskilum það til þess að greina og skilja víðáttuna inni í þessum gyðjum. Já, ákveði ferli kannski í ákveðinu. Nákvæmlega, svona, akkurat. Þú ert ekki, eins og ein manneski getur verið ólík eftir því hvaða bara á hvaða tíma hún að starfa. Það akkurat það. Það akkurat það. Það ferlið, þú veist, og það byggir allt að ferlið allt þroski og þróun til visku. Og þetta að þurfa ekki að hamla, þú veist, það að vera ung Afrodíta eða Venusar erkitýpa eins og hún á að vera þú veist, þú veist, ég hef bara áhyggjur af því að ameríska Afrodítan eða Venusin bara orðin vændiskona hún bara eiginlega orðin svona steingerð vændiskona í kúltúrnum af því að þessi kapitalíski kúltúr svo ógeðfeldur að það engin upphefð eða göfgi eða helgidómur í henni lengur þú veist, þannig lét þessi mynd mér líða. Þannig þú hefur frekar verið að sjá svona Maríu Magdalenu eða skilur svona vændiskonuna sem væri samt svona inn í helgisögn einhvers konar í staðan fyrir að vera í einhverju ævintýri. Já, ég náttúrulega svo gammaldags og þá getur einhver sagt, já, hei, skilur við erum í þessu af því að þú veist, þetta bara töff, raunveruleiki sem við búum í, við eigum ekki annar að kosta völ og ég hef fulla samúð með því. Ég bjó í San Francisco lengi og þekkti fullt af konum og körlum sem unnu í þessum geira og mér var hent út í djúpulaugina að læra. Þú veist, þetta ekkert nýtt. Ég meina, þetta fólk sem í byrjun 10. áratugsins 93, 4, 5 til 7, þar sem ég var í San Francisco þarna frá 94 til 7 þú veist, mér finnst ég vera að sjá einhverja eldgamla mynd. Þetta þú veist, það að hampenni sem einhverju nýjung og að fólk falli í stafi yfir henni þú veist, finnst mér svolítið sérstakt. Það sem ég verð hins vegar að fagna sko kannski óvart en það sem að tókst að fá ungt fólk í bíó. Þú veist, ungt fólk fór í bíó að sjá myndina og ég vil ekki, þú veist, það mín heitasta ósk að fólk hætti ekki að fara í bíó. Það svo stórkostlega gefandi svona sameiginleg reynsla og þétti samfélagið, þú veist. Þannig að þú ert náttúrulega ekki svona afturhalds að segja þessi mynd, þessi miklar kynferðissenur í henni þannig að þú myndir vilja banna eða eitthvað þannig. Ég mynd góður. Og það mætti líka kannski grípa þig
glóðvolga í einhverju afturhaldsemi með því að segja að það sé engin boðskapur eða það sé engin rómantík eða svona tilgangur, sko, að því að maður getur ímyndað sér að þeir sem sko fíla myndina segir bara, já, hún akkurat svona flöt eins og þú ert að lýsa eða rönsa eða svona, það ekkert verið að reyna að láta hana læra eitthvað í lokin og skilja og sjá ljósið og verið í einhverju mystískri uppljómun. Þetta bara, hún bara inn í þessu efnislega alveg til enda. Það rétt. En þú veist, hann þegar búin að gera hérna Tangerine og The Florida Project og þar var miklu meiri samkennd eða miklu meiri breidd í persónuleikanum. Þú veist. Þú komst með hérna bentur okkur á smá eitthvað klippu. Já, það svo fyndið sko að síðan við fórum að tala þetta fyrir einhverjum viku eða tveim. Þá hafa þessir sko svona mín eiginlega svona áherslu mál eða efni þú veist, sem tengjast þessari kvikmynd við öll verið komið í Guardian meirið að minna og svo núna síðast þá tók Bill Maher sér til og var með klippur yfir öllum þú veist að ég var búin að taka hérna sko langan lista, skrifa um langan lista kvikmyndum þar sem að vændiskonur koma fyrir og á ekkert bara ekkert í einhverju hliðarhlutverk heldur sem aðalhlutverk og fengi verðlaun fyrir. Og Bill Maher gerir þetta listavel, hann tekur saman smá klippur af þessum myndum og af þessum leikkonum. Á maður að vita hver Bill Maher er? Bill Maher, hann ég ekkert alltaf alveg sammála þessum manni, sko. Hann oft þú veist, hann pínu svona hvað maður að segja, anti-vogue. Er þetta kvikmyndagerðar maður? Nei, hann er uppistandari sem situr við borð reyndar og búin að vera í nokkra áratugi. Okay. Ef að okkur löfi getur spilað þessa það ágætt, bara hressandi. Bara skellt okkur inn á netið. A few weeks ago, I did a new rule here where I mentioned all the actresses, 21 in all, who have been nominated for an Oscar, and many of whom have won, for playing a sex worker. And tonight, I'd like to apologize to the other 20 who were nominated, who I didn't even have time to put on the list. Really, I swear to God, there's 20 more hooker portrayers who were nominated and some other big star hooker portrayers who didn't even get a nomination. Please, wouldn't you take a moment to honor them all? Oscar, they should call it the John. Vá, þetta var mjög skemmtilegt að sjá þennan lista og varst þú bara eiginlega komið langlegina með þennan lista? Já, ég verði að segja það. Þannig ég var bara svo fegin bæði með allar þessar greinar í Guardian og svo þetta, þannig ég svona my work is done. En var hún gaman að fá samt listar eða getur gefið hann út einhvern veginn eða setja hann á Facebook? Gerum það ekki. Hins vegar var ég miklu skemmtilega kannski að tala eitthvað sem að snerti mig og ég hefði farið í bíó og ég var bara of ung. Ég held hún hafi ekki verið sýnd, nefnum hún hafi verið sýnd í sem mánudagsmynd, Belle du Jour. Með Katrín Deneuve. Já, hún kom út 67 og það Louis Buñuel mynd og þar leikur hún, sem sagt ákveður hún einmitt, hún ekki fátækt. Hún svolítið líka eins og Jeanne Dielman. Það reyndar ekki minnst á Jeanne Dielman sem að Sight and Sound tímariti valdi bestu kvikmynd allra tíma. Hún eitthvað 3,5 tími og sem mér finnst ekkert gerast í henni. Mér finnst stórkostleg kvikmynd. Bara svona tjóðröðu eiginkonuna, kannski hún ekki, við vitum það ekki, eða húsmóðurina.
En allavega að þá eru þessar tvær, ein í Brussel, sem sagt, í Belgíu og hinn í París. Og þær eru svona í millistjett og vel það, sérstaklega Catherine Deneuve, hún það vanhagar ekki neitt á myndalegasta eiginmanninn og henni dauðleiðist. Það ekkert spennandi við þetta, þannig hún fer inn á mið Marquis de Sade, þú veist, og fer svolítið inn á hættuleg svæði þarna til Madame Agnès og það var hún sem ég var skotin í en ekki Catherine Deneuve. Af því að það var ein lítil arða, svona brauðmóli sem að við lesbíur í gamla daga fengum ekki mikið af til þess að svona nærast á. Að hún var hrifin af Catherine Deneuve og þú veist og svona læði staðinni svona til þess að reyna að aðeins að kissa hana eða eitthvað slíkt og þetta var það sama eins og með Ingmar Bergman og persónu, það var endur ekki vændi en þetta var, nú ég bara komin út í að tala litlu örðurnar en þegar það tvær Bibi Andersson og Líf Ullmann fara inn í eina en allavega þessar myndir eru halda, þú veist, mér finnst það allar, alveg eins og það eiga að vera, þetta ágætt, nema hvað að eins og Bill Maher segir, það einhver þráhyggja í Hollywood og ég verð að segja það eftir þess að síðustu svona nokkrar Óskarsverðlauna veitingar eða svona þessar hátíð, þá finnst mér þær eiginlega ómarktækar eða bara, mér finnst ekki sérlega einhvern veginn mikið til koma. Til þessara dómnefndar. Nei, og til valsins. Þú segir það sé ykkur þráhyggja gagnvart vændiskonunni eða erketýpu vændiskonunni, þá hún kannski svona, má líka segja víðara samhengi ákveðin þráhyggja bara í okkar bara feðraveldi alveg yfir höfuð. Það það að sjálfsögðu. Og kristninni og öllu. Þetta akkurat það. Og okkar menningu og þess vegna kannski erum við spennt fyrir því að þarna þegar það sagt til dæmis lýsingin í viðtökunum að þetta sé svona í á frönskum síðum þá bara Anóra, þetta feminist meistaraverk og það þarna verið að þú veist takast á við erketýpu vændiskonunnar á svo nýstárlegan hátt þannig að þetta virkar svo spennandi sko. En hver að tala? Fólk sem hefur ekki, þú veist séð þú veist, allar þessar myndir eða... Já, ég það alltaf ágætt ef að fólk hefur ekki séð myndir og sér þessa og finnst eitthvað að það vera nýtt kannski við þá ekki margtaka því við erum búin að sjá svo marga myndir. Nei, mitt, það náttúrulega, ég ætla ekki að, þú veist, ekki vera með eitthvað sérfræðingarhroka en það má líka aðeins bara segja ok, þú veist, að því ég kann alveg að meta myndir sem eru að þú veist, ef þessi mynd hefði, mér finnst til dæmis sem ævintýri, þú veist, að þá finnst mér Pretty Woman betri mynd þú veist, mér finnst hún skemmtilegri, hún fyndnari, það stílhreinni sem kvikmynd. Já, hún var eitthvað, henni var líkt við Pretty Woman. Já, nema með vondum endi. Þú veist, nema með slæmum endi. Hérna við rauðaborða allavega. En segðu mér aðeins frá þessum umkvörtunum í aðsendum greinum, var það ekki? Jú, það voru þá kynlífsverkafólks. Já, kynlífsverkafólk bara var fyrir vonbrigðum með myndina. Þeim fannst einmitt persónurnar vera allt of einfaldaðar og tvívíðar, bara vantaði alla dýpt í, til dæmis Anóru. Þú veist, eins og ein þeirra spurði, hvað, við sjáum aðeins systruna, þú veist, ekkert meir hana, hún býr með henni, hún í, þú veist, 5 sekúndur valla það, hún á sér ekkert líf utan við kynlífsgeiran og það að reyna að selja sig og inn í sál þessa rússneska, spilta, litla oligarkason, að þú veist, það ekkert líf fyrir utan. Vinkonurnar eru alltaf með pínu, þú veist, pínu svona það ekkert endilega góðu mórallarna, sérstaklega, þú veist, að hún sé eitthvað sérstök, þú veist, hún á þarna þessa einu vinkonu og hún pínur svona, dansar á sínum eigin skýjum þarna inni og svo, þú veist, virðist þetta í eitthvað lukkupott og
Hún svolítið einföld, hún einfeldningsleg raunverulega, hún skulle trúa þessu og svona. En ég kaupi það ekki. Nei, en ég meina það er kannski það sem líka kynlífsverkafólk hefur verið að gagnrýna, er það ekki vegna þess að, sko, ef það hefði ekki verið svona, ef þessi mynd hefði ekki verið markasett svona óbáslega, af því það er talað þetta sé sko low budget mynd, það hefði ekki verið eitt svo miklu. Það voru fleiri dollarar í markasetningunni heldur en í kvikmyndagerðinni sjálfri. Já, af því það nefnilega akkurat var talað að það var eitthvað í bæði markasetningunum og svo í viðtökunum og umræðunni myndina sem kannski verður, maður veit ekki alveg hvort að maður að bregðast við eins og núna, hvort maður bregðast við hæpinu eða sjálfur myndinni, það fer svolítið að renna saman. Já. En skiptir ekki máli, þá sér maður hvar umræðan stödd og það svo umræða allavegana og kannski myndin líka, sem að kynlífsverkafólk virtist vera sko, var það ekki svona, lýstu svolítið vonbrigðum? Jú, þau voru fyrir vonbrigðum. Og þau tóku orðum, þakkar orðum bæði Sean Baker og Mickey Madison, frekar svona fálega, þar sem þau voru að þakka starfsfólki, kynlífsverkafólki fyrir aðstöðuna í gerð þessara kvikmyndar og í þakkaræðum sínum og margar þeirra vildu meina og segja, býttu, þú veist, hvað það, þú veist, að þakka fyrir, þú veist, ef þeir gátu ekki tekið þetta aðeins lengra og sagt, reynið að svona, að afglæpavæða þetta, þú veist, þessa starfsgrein, frekar, af því þetta er ennþá hættuleg, starfsgrein fyrir stúlkur, þetta er mjög, svona, þú veist, eru mjög berskjaldaðar, það er svo margir síðapostular sem eru líka með þráhyggju gagnvart vændiskonum og finnst þeir eiga rétt á að meiða þær og jafnvel myrða eins og oft gerist. Þú veist, og það til dæmis er annað svona tiltökumál eða sem sagt mál sem umkvörtunarmál var einmitt að það virðist vera eins og þessi iðnaður sé gerður að einhverju tilhlýlegu eða einhverju spennandi, þú veist, að í komandi krísu og fjárhagskröggum að þetta sé kannski eitthvað vænleg leið fyrir ungar stúlkur að snúa sér til. Þú veist, þetta var pínulítið, þú veist, svona mikið svona tjekki á þessu frekar en einhverju öðru. Þú veist, þetta var svolítið loðið, finnst mér. Já, allavega var ekki sko það sem kannski var líka svolítið sláandi að það var ekki ef svona mynd burti frá umræða myndina, ef svona mynd á að bjóða upp á gagnrýna samræðu þennan iðnað og þetta eiginlega þennan tvískilningshátt oft og þetta í okkar menningu þá kannski bauð myndin síðan ekkit upp á mikla þannig umræðu það voru svolítið vonbrigðin virtist vera raunverulega stöðu þessa verka fólks. Það er akkurat og það eru aðra kvikmyndir betri til þess fallnar að þú veist í þeim og jafnvel þú veist jafnvel meiri svona skrípaláta kvikmyndir sem að koma boðskapnum áfram en ég ætla bara að segja sko að klámiðnaðurinn er alveg gríðarlega væn sem sagt kapitalist sko fjárfesting og þegar ég var í CalArts þarna í norður Los Angeles sem var í Santa Clarita dalnum og þar voru all klám stúdíón að filma og það er til dæmis á einmitt Boogie Nights að eiga sér stað þessi skemmtilega kvikmynd einmitt um vændi og vændisgerða kvikmyndamenn og mjög skemmtileg það er Paul Thomas Anderson og í þessum dal sem sagt þú veist var hægt að búa til pening og einn Beckham bróði minn sem að hann var mjög lesblindur og mér fannst alltaf bara frábært að hann hafi komist upp í masters gráðu skilur vegna þess að hann gat valla þú veist hann kom á einhverju öðru heldur en að geta lesið handrit eitthvað hann var bara svo skapandi nema hvað að hann er svo fyrsti í okkar árgangi að búa til eitthvað pening, kaupa sér hús og hafa það bara gott því að hann fór bara beint nýr í dal og fór að búa til klámyndir og þú veist 95% af eiginlega öllum sem að fara í kvikmyndaskóla fá ekki starfendilega í kvikmyndaiðnaðinum
þannig að þú veist, þetta pínur svona. Þannig að þetta hámenntaður iðnaður svona, þú veist, þetta eru klámyndir sem eru gerðar þá af bara virkilega menntuðu kvikmyndagerðar fólki. Oft, en það má heldur ekki vera of svona fagurfræðilega, þú veist, ég meina við manstu ekki eftir hérna hvað hétt Emanuel eða Emanuel. Hvað hétu þessar ljósbláu myndir? Allavega, það voru þessar og þá voru þær sko erotíska myndir. Þú veist, það munur á klámi og erotísku myndum. En já, þessi mynd svona er korugt eiginlega. Nema aðeins, hún nær svona kláminu. Já, miklu nær kláminu, eins og ég segi. Vantaði einhverja, að mínum að þetta, einhverja svona tilfinningu, ég veit, burtið frá því sko hvort það væri einhver verið að boða eða dæma þennan iðnaði ekki bara einhvern veginn sterkari tilfinningu fyrir þessum iðnaði og þessari stöðu okkar gagnvart þessum iðnaði, eitthvað svoleiðis það vantar svona einhverja til þess að kveikja á einhverjum pælingum hjá manni, mér fannst þetta svona sammála, vera þannig algjörlega sammála. Ég kallaði til, það bara í kjölfarið á umræðu okkar þá komið ljós að það eru hagsmunasamtök á Íslandi kynlífsverkafólks sem ég vissi ekki sem heitir Rauða regnhlífin og þau ætla að koma hérna til mín á morgun og ræða frábært. Meðal annars bara af útgangspunktir þessa mynd en líka bara segja frá bara þessari baráttu, þetta er svolítið áhugavert. Mjög áhugavert og bara frábært að vita af því að þessi samtök séu til og ég stend alveg með fólki í þessum iðnaði og þau eiga réttindi og það þarf að hlúa að og svo framvegis að það þarf að gera það held ég svolítið rétt. Þetta er svolítið, þú veist, en þessi erkitýpa er ekkert að fara neitt og þú veist að meðan mannskepnan er föst í þessari lágu tíðni og enginn er einhvern veginn að elskast, þú veist, til þess að einhvern veginn að sjá uppruna sinn einhvern veginn í bara stóru sprengingunni sem er hinn stæðsti orgasmi sem býr til litlu orgasmana og þess vegna finnst okkur svo gaman að leysast upp í þessu af því að það er það sem gerist. Þannig vorum við búin til og síðan komum við saman aftur og erum ekki svöm. En hér í þessari mynd þá er allt pikkfast í þessari lágutíðni. Þú veist, bara það að fá á broddin eða hvernig sem þú vilt sko, það er engin falleg leið að segja þetta. Þú veist, það er ekkert annað en það. Viðmiðið er ekki hærra. Þú veist, engin er einhvern veginn, það er engin leið í að hækka tíðnisviðið í einhvers konar raunverulegri ást, þú veist, og raunveruleg kannski tantra tenging á milli tveggja aðila. Þú veist, það er ekkert þarna. Þetta er allt frekar svona, myndi ég segja, dökkt útlit fyrir mannkynið. Við verðum ekki bara óska eftir þá kvikmyndagerð þar sem er ástríkri kvikmyndagerð, hvað sem hún er þá raunsæi eða... Nei, það er fullt af henni en þetta er bara, þú veist, við búum í þessum heimi þar sem að krakkar, þú veist, eru búin að vera með síma frá 2007 og porn er bara, þú veist, eða klám er bara, þú veist, fingursmelli, þú veist, í burtu frá augum allt og ungra aðila og þetta er sívaxandi svona kannski vandamál og ég var að horfa frábæra seríu sem heitir Adolescence. Ég mæli eindregið með því að og er að tækla svolítið á mjög neikvæðum stereotypum það sem ungi drengir sjá á símanum og koma illa fram við eða skilja ekki sko stúlkur líkama kvenna og allt þetta þess að þeir eru búin að horfa á mikið porn og eru svo að hlusta á ruslahaug eins og Andrew Tate, þú veist, hvernig átt að koma fram við konuna og allt þetta. Þetta er 4 þátta sjónvarpsþáttaröð, stórkostleg. Bara Robert Altman kvikmyndataka, þannig séð, mæli eindregið með því og þar, þú veist, þannig við þurfum að tækla bæði þennan iðnað umræðina, þú veist, í kringum þetta allt annan hátt, heldur þegar við vorum ungar, þú veist, og skilja hvað er að gerast í raun og veru, þú veist, í höfðunu á ungu fólki sem er að neita kláms.
Hvað heitir þessi séri? Adolescence? Já, adolescence, sem sagt Adolescence, bara, þú veist, unglinga Já. árin eða, þú veist, að vera táningur. Hvað er það? Það er gaman. Þú ert að kenna kvikmyndafræði, þetta er ekki kvikmyndafræði upp í háskóla? Já, þessi aðlögunarfræði sem eru bókmyndir yfirleitt, sem sagt aðlagaðar í kvikmyndaform, aðalega það, en oft annað líka, eitthvað annað, en aðalega þetta. Og rættur þessa mynd Anóra við nefndu þína? Já, ég aðeins, en það voru ekki nóg margir búin að sjá hana, en við ætlum að taka talið, að sjá hvað gerist. En takk fyrir að koma rauðaborðin og segja okkur frá, eða svona, kenna okkur svolítið. Nei, okkar, bara spjalla. Nei, það er bara gaman að fá, maður þarf að fá svolítið svona innsýn inn í þennan, þetta er heilmikill heimur, sko, þótt hann sé okkur mjög aðgengilegur og maður bara getur hort á milljón myndir á dag, þá er það getur verið að þú veist, flestir sem eru að horfa finnst þetta bara algjörlega ósammála. Já, en það er bara ágætt að vera ósammála. Það er mjög gott. Lára Martin, kvikmyndagerðarkona og kvikmyndafræðingur og kennari. Takk fyrir að koma að rauðaborðinu, tala myndin Anóra og kynlífsverkakonur og fleira. Við höldum samræðinni áfram hérna við rauðaborðið eftir smástund, farið ekki langt. Skreppum í fríminútur, þakka Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að vera með okkur í spjallinu og höldum síðan áfram að tala þetta mikilvæga málefni, kynlífsverka fólk og þeirra sjónarmið og réttindabaráttu við rauðaborðið á morgun. Ég heiti Oddný Eir, takk fyrir, bless. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is